Já, kæra hlustendur, þið eru að fara að hlusta á ársendingaþátt Pingjunar. Við vildum aðeins koma hérna með mjög mikilvæg skilaboð. Sennilega mest áreiðandi skilaboðin hingað til. Já, og skilaboðin eru þau að þið verðið að fara og follow okkur inn á Spotify og Apple Podcast. Inn á, það þýðist Appli, ekki Apple. Nei, já, Apple Podcast og Spotify. Ít og follow. Þannig að farið þið út úr þættinum núna sem þið eru að fara að hlusta á. Og inn á sagt, þetta dashboard eða hvað sem þetta heitir og íta á follow. Já, ekki hlusta okkur tala, heldur gerið þetta. Get ekki einhvað nægilega ofta á því hversu mikilvægt þetta er fyrir okkur. Íta follow, takk. Já, góðan daginn. Verið velkomin að hlustendatækjónum. Já, við tækjum. Kæru Pingju Hálsar, það Arnar Þór sem talar við ykkur og á móti mér situr Iddi. Já, Iddi. Guð Þór, Iddi. Addi og Iddi með ykkur. Iddi. Herri, ég verð nú eiginlega bara að byrja aðeins á að fara yfir, nú erum við náttúrulega í samstarfi við Landsbankann. Og Björk. Og hver Söngkonuna Björk. Söngkonuna, já. Ég var að hugsa, getur ekki haft susslagið í byrjun? Varstu lagið? Nei, ég man ekki, en það kemur ekkert óvart að hún sé með eitthvað susslag, blessunin. Því að við vorum bara rétt fyrir útsendingu að dreipa á vikubyrjunni, sem er partur af postlistunum þeirra. Þau eru náttúrulega með Hagsjána, sem er alveg, ég myndi segja bara öflugt vitneskjutól. Sko, yfir meðalagi mjög gott. Já, en svo er það þessi vikubyrjun, og þetta er bara, PDF-i til dæmis sem fylgir með postlistanum, eða fréttabyrjunum, er 18 blaðsíður, og það er bara yfirlit yfir bókstaflega allt. Hvernig allt stendur. Já, ég veit það. Bara heimilin, vinnumarkaðurinn, fasteignamarkaðurinn, ferðaþjónustan, sjálfbærni, alþjóðlegu samanburður. Þannig að ef þið viljið vera on point, þá skulið skrá ykkur á bæði Hagsjána og vikubyrjun. Já, þetta er í alveg ruggla valjú, Voruð þið ekki að benda á það er stýrivextir hjá Kaunónum? Já, það náttúrulega kemur fram í byrjun fréttabrefsins á föstudaginn birtir Hagstofan launavísitölu, svo á miðvikudaginn stýrivaxtaákvörðun hjá bandaríska seðlabankanum og það er bara, þú ert talsvert fróðari eftir þennan lestur, myndi ég segja. En annars bara brattur. Nokkuð brattur. Já. Og þetta er bara stór vika. Já. Það ekki, ég held það. Jú. Það ekki ég. Jú. Og að vera ýmislegt að gerast. Já. Helgin róleg samt, ég var rólegur helgina bara. Já. Aðra helgin í röð. Já. Hann komið tími til að slaka þess á. Já, eða bara fókusera. Já. Fókusera á verkefni sem menn er í. Við þurftum að halda miklu fókus fyrir þennan þátt. Já. Ef ekki bara segja strax hver þetta er. Veit fólk að ekki alltaf af Jú, það veit svo sem að hverju það gengur þegar það ítir á play, Já, en erum við með einhverja fyrirvara í byrjun, eða? Já, þetta fyrirtæki, Nespresso, við verðum að viðurkenna, við erum samt meiri Lavazza-menn. Já, við erum það. Að sjálfsögðu. Og kannski, já, við bara flöggum þeim fyrirvörum sem hægt er að flagga. Við erum í samstarfi við Lavazza og drekkum meira af Lavazza upp á skrifstofu. Heldur nokkuð annað. Þau eru með okkur í föstudagskaffinu. Hvað er föstudagskaffið án góðs kaffidrykkjar? Já, akkurat. En ég ætlaði líka bara að koma inn á síðustu viku. Ég var þarna fyrir austan. Ég og félaginn minn. Já, í kartöfluuppskerunni. Já, kartöfluuppskeru og erum að láta reyna á nýja aðferð í kartöflurækt sem hefur aldrei sést áður. Nú? Það er að gróðursetja kartöflur fyrir haustið, fyrir veturinn. Já. Og bara vitja þær einhvern tímann í maí og sjá hvernig gengur. Já. Og við vorum að það fyrir austan og fórum og hittum eitt chefan í verkráð sem er svona alhliða verkfræðistofa. Já. Guðmundur Þorsteinn. Og hann fór að segja okkur hjá kaffinni á þeim. Ég sagði, ertu ekki með Lavazza? Og þá svona hvíslaði hann, Yngvi. Hér fyrir austan, þá vorum við öll að passa að drekka bara Lavazza. Já. Og það er einhvern veginn svona, þú veist, þetta stúrin frá túrin. Já. Eru þau ekki að ná því? Nei, það var einhver hvísluleikur sem að Guðmundur Þorsteinn var í. Já. Og hann heyrði þetta, það eru allir að passa að drekka Lavazza. Það er svona hófst á, það er engin stúri frá túrin og endaði á... Já, bara eins og hvísluleikur. Já, þetta, já. Og þannig skildi... Já, og Austfirðingar eru svolítið í þessu. Þannig að við... Já, takk fyrir það. Já, við stöndum með Lavazza og ég segi bara eins og Austfirðingar, það eru allir að passa að drekka Lavazza. Já. Allir að passa að drekka Lavazza. Lavazza. Nú, herru, já, en fyrirtæki dagsins, Nespresso, hefur gert nokkuð vel bara á stuttum tíma. Opnuði í Kringlunni í lok árs 2017.
Já, stuttum tíma segir þú. Já, þú veist. Þú ert að horfa hérna á Íslendingana. Hvað segirðu? Þetta er sögufrægt dæmi. Ég veit að við komum inn á það eftir smá. Ok. En sko, þau opna hérna, í Kringlunni, loka ást 2017, Smáralind í maí 2019 og nú síðast á Akureyri í hérna, nóvember, bara núna, síðast Nú eru þau komin norður. Já, þannig að þau eru með 3 útibú í dag og eins og við kannski vitum er að selja þessi kaffihylki, kaffivélar og bolla og allan fjandan tengdu kaffi í þessum 3 verslunum sínum og sömulegis á netinu líka. En þú, sko, einmitt, eins og þú segir, þá er Nespresso, þetta er áratuga gamalt. Já, eigum við ekki bara að taka ára á fytti? Já, kannski Ég þarf bara klukkutíma í þetta. Já, ekki nema. Ég þarf bara klukkutíma. Já. Sko, hérna... ég skal bara, á ekki að reyða vaðið. Jú, endilega. Ég skal reyna að vera fljótur. En, nafnið Nespresso er svo kallað portmanteau. Hefur heyrt það orð? Portmanteau? Portmanteau. Nei, fræddu mig. Portmanteau. Það er alltaf að læra eitthvað nýtt. Portmanteau er bara samblanda af 2 orðum. Og Nespresso er blanda af orðunum Nestle og Espresso. Já. En það er Nestle eigandi Já. Nespresso. Hvernig datt manni þetta samt ekki í hug við yfirferð? Sennilegast út í að sagði portmanteau. Já. Sem er orð sem ég lærði þegar ég var að kynna mér þetta. Það var alltaf að læra eitthvað nýtt. Það er þess að ég elska við þetta starf. Já, það er bara stöðut að verða. Við erum að reyna að koma að þessu hlaðvarpi yfir meðalgreind. Já, algjörlega. Það tekst næsta föstudag þegar hann kemur Eyþór úr hopp. Það verður einmitt. Já, það er svona, það er óstaðfest en við gerum ráð fyrir því að Eyþór framkvæmdastjóri hopp kíkir til okkar í næsta föstudag. Annars tökum við einhvern sólagikk í staðinn. Já. Hann vill það ekki. Nei. En, söguna má rekja aftur til ársins 1975 þegar starfsmaður Nestle í Svisslandi að nafni Erik Favre var sendur frá Sviss til Rómar. Já. Og hann var svo sem bara í svona hefðbundinni vinnuferð. Þetta var eitthvað svona verkfræði spekulant. En hann kom auga á kaffihús í Róm, fyrir utan hann heldur þetta Pantheon frekar heldur en að hafi verið Colosseum. Já. Og það sem að vakti athygli hans er að þetta kaffihús... Er ekki Pantheon í Grikklandi eða? Getur það verið? Nei, þetta var einhvers staðar í Róm. Er ég orðin klikkaður? Jú. Þá var þetta sennilegast Colosseum, þá var ég að rugla. Já, Colosseum er hringleikahúsi. Já, akkurat. Allavega, ég þarf nú reyndar að fara í fact-checka þessu. Mér er alveg vissum að Pantheon er í Aþenu. Já, en hann var í Róm. Ok, ég skal koma með comeback á þetta eftir. Og það sem vakti athygli hans var að dag eftir dag þá var eitt kaffihús alltaf með lengri röð heldur en hinn. Já. Og hann fyrir að spája, ok, hvað er það sem gerir kaffi hérna svona sérstakt? Og hann fór eitthvað að grúska. Það voru ekki vélarnar. Það voru allir með sömu vél. En það var einhver aðferð þarna hjá kaffibarþjónunum við að they pumped the piston. Bara orð sem ég kunni ekki við að þýða. Pumped the piston. Okay. Þeir pumpuðu eitthvað oftar heldur en aðrir sem gerði það verkum að kaffi var einhvern veginn með svona aukið loftflæði. Þeir voru eitthvað svona eina vasspressaða meiri ástríðu einhverjum fjandanum. Hann verandi verkfræði djöfull, eitthvað aukið loftflæði, já. Bara fellow verkfræðingur. Já, hélt heim á leið og einsetti sér það að búa til vél sem myndi búa til þetta frábæra kaffi. Ok. Án þess þó að þurfa eitthvað að pumpa aukalega bla bla. Heyrðu, þetta var 1 árs prósess, sem sagt 1976, sækir Nestle enga leyfi fyrir aðferðina við að búa til single serve kaffi með þessari aðferð sem að ég kann ekki frekari skil á. Nei. Og bara svona til að gefa Favre það sem hann á skilið, að þá sagði Marco Restelli, einn af toppunni í Nestle, eitt sinn, ok, hann er kannski ekki Einstein, en það sem hann hefur afrekað fyrir heimilisraftæki mun lifa með okkur ókomna tíð. Já, það er stórt. Þetta var sérst algjör grúskari. Þessi verkfræðingur sem fattar upp á þessu, er hann... Favre. Já, er hann var ekkert eigandi Nestle eða... Nei, hann var bara starfsmaður á plani, basically. Einmitt, já. Og var bara í vinnuferð þarna í Róm, vil ég meina. Ég skal double-checka það eftir. Heyrðu, 9 árum seinna, 86, fyrir fyrsta Nestle varan á markað. Og á þessum tíma voru margir innan fyrirtækisins á móti. Nestle varan á markað. Nestle var náttúrulega til... Nespresso fyrir á markað. Já. Þú veist, þeir byrja að selja það. Einmitt. Nei, Nestle var nefnilega ekki á markaði. Og ég er að koma inn á það. Það voru margir sem töldu að þetta myndi kannibalæsa Neskaffi, sem var kaffi þeirra. Sem var svona instant brand, ódýr vara, sem var með mikla dreifingu. Og það höfðu margir verið á móti því
að Favre fengi þessi 9 ár til að vera í einhverju dúlluverkefni að búa til nýtt kaffibrand til að keppa við þeirra eigin success. En það sem talið að hafi valdið því að þetta pet project náði að vera svona lengi á þess að vera cancelað út þeir voru ekki á markaði og það voru ekki þarna ársfjórðungsuppgjör eða óþólumóðu fjórfestar að kalla á niðurstöður. Allavega, þetta fer á markað, Nespresso fer á markað í Sviss og fleiri löndum 86. 2 árum síðar, 88, gekk hvorki né rak. Algjört failure. Þetta er bara failure. Failure. Gott kaffi, en þetta var bara algjört failure. Þá var tekið til þess að ráða inn mann sem heiti Galliard. Og hann hafði starfað hjá Marlboro, eða Philip Morris, við að búa til svona Marlboro Man og svona alls konar branding í kringum sígarettur. Bara eitthvað markaskenius. Já, Marlboro Classics og fleira. Og það er rauninni hann sem átti eftir að breyta brandinu. Og ég ætla bara svona stutta yfirferð það. Fyrstu 2 árin var nefnilega áherslan á það að Nespresso væri svona kaffivél fyrir skrifstofur. Og Galliard gerði eins og nokkra góða breytingar. Hann sagði að Nespresso á að vera luxus. Og hann vildi búa til the Chanel of coffee. Já, svona premium. Já. Og fyrsta sem hann gerði var að lækka verðið á vélni. Þá hafði það semst og leyfa fleiri framleiðendum að búa það til. Þá var það þannig fyrst að það var bara einn framleiðandi á öllum Nespresso-vélunum. Sem gerði það verkum að þær voru aðeins dýrari fyrir vikið. Já. Hann í rauninni, hvað heitir þetta? Er hann að fransæsa? Já, hann í rauninni fransæsaði framleiðsluna á fleiri aðila. Sem gerði það verkum að, hérna nefndir einhver Turmix, Krups og Alessi sem voru þekktir lokal aðilar með kaffivélar bjuggu til Alessi Nespresso, Turmix Nespresso og þetta gerði það verkum að verðið fór niður því að það voru fleiri að keppast hítuna að framleiða þetta og bjóti svona recognition á mörkuðum út af því að þú kannski tengdi við Alessi sem kaffivél og núna vildur þú fá Alessi Nespresso. Ok, fyrsta sem hann gerir, great success. Sniður. Hann gerði aðra breytingu, hann minnkaði magn af áli í hylkjónum og hækkaði verðið helming. Þetta með áli var eitthvað með að koma meira magn af kaffin en svo bara verðhækkunin bara, premium, hættum að selda á þessu sorpuverði og þetta var miklu dýrara. Síðast en ekki síst, þá hætti hann að auglýsa til fyrirtækja og bjóti vörumerki sem höfðaði til einstaklinga í gegnum Club Nespresso sem ennþá við lýði í dag. Og einhvers staðar sá ég að það væri 2 million worldwide members. Ég efast samt að þessu paying. Já. Því að ef þú Er ekki bara eitthvað svona að þú ert í klúbnum og það færi afslátt eða eitthvað álíka? Ég held að sé basically bara að ef þú kaupir þarna einu sinni þá er ekki minn tjálfur, ekki Nespresso klúbnum. Þetta er bara og þú eitthvað, já, hérna tölvupósturinn minn, svo færðu eitthvað mánaðarlega hérna 5% afslátt ef þú kaupir 40 hylki eða meira eða 20 eða eitthvað svona gali. Ég var með pælingu, ætli Club Orange komið þaðan? Sem var alltaf stuðningsmannaklúbur Fylkis, Club Orange. Já, allir hérna Nespresso sé ekki bara fyrirmyndina því fyrir það ekki? Já, þú veist, ég meina, það var náttúrulega briljant nafn hérna upp úr 2000, það var í Club Orange. Hvað ábæti var að því að vera í Club Orange? Bara, þú veist, í stuðningsmannliði Fylkis. Já, það var ekkert svona tilboð eða eitthvað? Nei, ekki svo í munni. En allavega... 15% afsláttur af burgernum eða eitthvað? Já, ég varstu það. En hann, sko, þeir sem sagt byrja að vinna saman, Favre og Galliard. Já. Svona höfundasmiðurinn og svo náttúrulega markaðsjenið. Já. Þeir voru engi vinnir. Nei. Og það var til þess að Favre hætti á innan 2 árum. Þetta er oft svona hugsjónamanneskjan sem er Favre í þessu kannski tilfelli. Já, bjóta til og býr þetta til. Þetta er mjög algengt bara í viðskiptasögunni að þeir nái bara ekki til aðilann sem að sér peningana eða markaðssetninguna sko. Akkurat. Og Galliard bara hent honum basically út. Já. Galliard svo hérna smá útúr endist síðan hjá þeim til 1997. Já, þessi markaðssnillíkurinn. Já, hjá Nespresso. Þá átti hann að taka við ísteild Nestle í Bandaríkjunum. Já. En var hættu stuttu eftir út af hann lendi í erjum við bara framkvæmdastjóra Nestle og var bara rekinn. Hann segir að nafn sitt sé brennimert innan Nestle og hvergi á hann minnst. Hann sagði líka allir halda að Favre sé maðurinn á baku velgengina en bendir á sjálfa sig. Þannig að þetta svona alvöru bíf. Það er ekki sérstaklega hömbúl en Nei. Allána, svo byrjaði að opna þessar búðir og ég meðast meira það. Smá útidúr hérna árið 2020 voru seldi 14 miljardar af Nespresso hylkjum. Bæði á netinu og í 810 bútíkbúðum
Það er bara, 84 löndum. það er bara tæplega 2 hylki á kjaft ef þú tekur heiminn fyrir. Sko, ég fer okkur í gegn svona 8 Lavazza hylki á dag. Já. Þannig að við erum vel yfir meðaltali. Ég segi það sko, það er enda hörkupunktur í það. Já, en ég ætla að spyrja þig, veistu hver er andlit Nespresso worldwide? Þetta er silfurrefur sem drekkur kaffi og sjaldan eftir það sefur. Silfurrefur, nei, byrju, er það Clooney eða? Já. Nei, er það? Já. Herðu, geðveikt. Georg Clooney Já, Georg. er búinn að vera, hvernig segir þú þetta? George bara. Er ekki Georg? Já, Georg Clooney. Já, okay. Georg Clooney, hvaða rugl er þetta? Georg Clooney er búinn að vera andlit Nespresso síðan 2006 og í upphafi var það sagt að því hefur alltaf verið haldið statt og stöðut fram að hann var sóttur út af því að hann var aðdáandi Nespresso, hann drakk Nespresso. Er eitthvað að vita hvað hann er að fá í budduna? Nei, í pinguna, fyrir þetta? Fram til ársins 2015 þá var hann bara Nespresso Europe. Nespresso nefnilega er ekki búið að ná markaðsráðandi stöðu í Bandaríkjunum, er á eftir öðru brandi þar. Þannig að 2015 þá, við þurfum að kúpla Clooney inn í Bandaríkja brandið og þeir töluðum að salan hafi held í 5 eða 6-faldast og svo eru þeir bara í stöðum vexti. Okkur verður nú líklegast slaufað ef við nefnum síðan ekki þessi álhylki sem fólk hefur undanförnum árum bent á og séu mjög óumhverfisvæn. Nestle bendir hins vegar á að álið sé 100% endurvinnanlegt. Nestle byrjaði að bjóða upp á endurvinnslu vegna þrýstings en það er talað um bara 30% af öllum hylkjum sé endurvinnið. Einhverju segja 5%. Allavega, þeir bjóðu upp á þessu endurvinnslu svo það er þá við okkur hinn að sakast ef að hlutfallið er ekki 100%. Það er mér nú hver fyrir sig. Eitt hérna, bara svona 3 punktar, meira fabuleiningar, ég er eiginlega búinn að telja upp bara svona fyrirtækið. Þekktið þú eitthvað Nespresso áður en opnuð hérna? Nei, eiginlega ekki sko, nei, alveg 100% ekki. Ég fór að hugsa sama. Kannski instant kaffið, er það ekki Nespresso? Neskaffi. Er það já, ég man það ekki. Þeir eru náttúrulega búin að vera með svona, hvað heitir drastlana, þú bara hendi vatn út í eitthvað skíðaferðarkaffi. Instant. Já, Neskaffi. Nei, ég var að tala um Nespresso. Nei, ég held ég hef ekki þekkt það fyrir. Ég fór að hugsa, ég heyrði fyrst af þessu dæmi, Nespresso sem sagt, á skrifstofu út í bæ árið 2013 og vorum hérna svona í skóla, fengum frá skrifstofun í Hvaunum, vinna þar, eða læra og þá var svona verið að korta, svo erum við með Nespresso. Og maður svona, og hvað er það? Ég er með belt á buxunum mínum, er eitthvað nýtt inn og þá var hérna, það eru að flytja inn sjálf sko, það eru að fá flugfreyjur og vín og vandamenn, alltaf eru að koma utan eins og var að smygla einhverju en þá var þetta ekki söluð, þannig að maður er svona maður sér þetta svolítið eins og ASOS-dæmið. Þetta er örugglega búið að vera með miklu svona mildari, ekki stærri markaðshlutdeild hérna heima. Svona mildari, áður en þau opna. Þú ert náttúrulega með allar þær tölur. Að það voru greinilega einhverjir að flytja inn þessar vélar. Þetta hafi verið komið svona í undirmeðvitund hjá einhverjum áður en að formlegt umboð var. En svo bara lokum, þú veist, það er raunin að hægt að segja. Þetta er ekkert overnight success eins og iPhone-i var, en það hefur verið bent á að þetta sé ígildi hins svissneska iPhone. Þetta er náttúrulega svakaleg vara. Og að lokum, síðan 2010, þá rann patentið út sem við sóttum 76 og fyrir þá hylkjónum? Bara fyrir framleiðslu aðferðinni sem að kallinn fann upp og framleiðslu aðferðin, fólk á nú bara að googla það ef það er eitthvað ósátt með mínar skýringar. Patentið er náttúrulega engaleyfi líka bara svona svo það komið fram. En þetta gengur sérst út á að það er einhverju nál stungið í gegnum hylkinn þegar þú ert að loka og svo er það held ég þannig að það kemur heitt vatn og kaffið skýst út náluna, þú veist, google þetta eða YouTube eða whatever, en það sem ég ætla að segja síðan 2010 þá hafa þið háð hverja baráttuna á fætur annari að berjast gegn eftirlíkingum, copycats og svo framvegis við gerð svona hylkja og véla en allstaða tapar og það er svona ástæðan fyrir því að við getum í dag keypt fleiri tegundir út í búð sem passa í þessa sömu vél. Þannig að þær eru orðnar dálítið ráðandi þessar vélar sko í hylkjalengnum. Já, þetta er hylkjadót, þetta er bara mjög þægilegt. Klálega. Betri nýting upp á marga kosti, heldur en að vera alltaf að hella upp á. Já, ég segi það sko. En þá er ég eiginlega bara svona tæmdur, bara... Já, í bili, svo ertu með einhvern móla þarna í lokin. Já, ég er náttúrulega með verðmat. Já, að sjálfsögðu, þetta ertu með verðmat.
En herðu, þá ætla ég bara að demba mér aðeins í hérna svona létta yfirferð á ársreikningum, byrja á hérna svona léttri, vægri sögu félagsins hérna á Íslandi. Já, hér heima. Já, ég ætla að hafa það í boði Payday í dag. Já. Og það eru stóri hluti framönda þar. Já. Við býðum í óvæni eftir að hann komi hérna á Björs og frí. Já. Við megum ekkert skúpa. Megum ekkert segja. En hann með eitthvað stórt í bígerð og svona við þykjustu vita hvað það hann var að hjálpa okkur að læra mér á Payday og svona. En við megum ekki segja hvað það Nei, megum ekki segja hvað það en hérna Payday fyrir alla einyrkja, lítil meðalstór fyrirtæki, gjörsamlega brilljant. Já. Ég vil meina samt að stærri fyrirtækin geti alveg farið að renna hýru auðvitað. Já. Þetta er bara, það sem í bígerð þarna alveg bara next level. Bara svona faglegt mat. Já. Ekkert hlýjadræfur. Nei. Ég held að fyrirtæki upp að svona 15 milljörðum séu alveg góð inn. Er það ekki? Á markaði. Já, ég ætla kannski ekki að votta fyrir það. Nei. En eins og ég segi, stærri fyrirtæki með alveg fara að skoða þessa lausn. Þetta er náttúrulega brilljant, ótrúlega þægilegt líka. Svo eru þau með svo gott yfirlit, rekstrar yfirlit, tekjur og gjöld og annað sko. Gerir þetta bara að upplifun. Já. Byrjið bara strax, það er bara besti tíminn til að byrja í Payday í dag. Pásið í hlaðvarpið núna og farið inn á Payday og skráðu ykkur þar og ítið svo aftur og play. En herðu, þá skulum við fara í ársreikningana og söguna aðeins. Sko, félagið sem heldur utanum rekstur Nespresso á Íslandi heitir Perroy EHF og er stofnað sama ár og reksturinn hefst, hérna 2017. Og upphaflega voru hluthafa tveir, það er að segja Festi, sem fór með 24,5% hlut og Festi HF í rauninni. Það var í rauninni á þeim tíma móðurfélag Krónunar með títtnefndan Jón Björnsson við stjórnvöld, en í dag er Festi eins og einhverju vita á markaði eftir samruna þess við N1. Já, þannig að þau hafa sótt umboðið, sennilega stanna fyrst. Já, sko, allavega eiga hérna 25%. Svo var hinn hlutafinn Varða Kapital EHF með 75,5% hlut, sem er í eigu tveggja félaga, en þar voru endalegir eigendur í Nespresso, sem sagt Grímur Alfred Garðarsson sem fer með 50% hlut í gegnum eignarhaldsfélag sitt 2G EHF og svo Jónas Hagan Guðmundsson og Edvard McGilvray Smith með sittkvað 25% í gegnum eignarhaldsfélagi sitt Steinhaufen Holding EHF samkvæmt upplýsingum úr ársreikningum. En vitaskuld þá hefur eignarhaldið nú eitthvað riðlast til eins og oft vill gerast í þessu. Bara til að gera langa sögu stutta, þá er félagið í dag í 100% eigu Adira EHF sem er í rauninni sama eignarhald og á Steinhaufen Holding EHF. Þannig að endanlegir eigendur í dag eru áðurnefndir Jónas Hagan með 50% hlut og Edvard McGilvray Smith með 50%. Þannig að Jón Björnsson og Grímur Alfred Garðarsson eru ekki samkvæmt þessu lengur inn í eignarhaldinu. Nei. Nú, upphaflegt hlutafé sem að lagt var inn í félagið voru 50 milljónir króna þarna 2017 og ég sé ekki betur en að allir þeir fjármunir og meira til hafi verið sett beint inn í bara beint í rekstrarfjármuni samkvæmt sjóðstreymisyfirliti frá 2017 nánar tiltekið tæki og innréttingar og fá hérna einhvers konar skammtímalán frá lánastofnun sem að stendur svo samkvæmt efnahagsreikningi í tæpum 66 milljónir króna í lok árs 2017. Og þetta er einhverjar 116 milljónir í skammtímaskuldir pluss hlutafé sem virðist hafa þurft til að koma þessu batteri almennilega á stað. Okay. Og það passa svona nokkurn veginn ef ég legg saman fjárfestingu í rekstrarfjármunum og byrðir og kostnaðarverð seldra vara. Hvað erum við að tala um þá? Þannig að það hefur þurft að innrétta staðinn og það hefur þurft að kaupa inn byrðir og eitthvað svoleiðis. Það er svona algengasti startkostnaðurinn. Þetta er bara 130 kísukúlur? Já, 116 allavega í fjármögnun sem sagt með hlutafé og skammtímaskuldum. En svo eins og ég segi, ef ég plúsa saman þessa fjárfestingu í rekstrarfjármunum við byrðir og kostnaðarverð seldra vara sem er náttúrulega byrðir sem búið er að selja, þá er ég að fá einhverja svona svipaða tölu. Bara, þú veist, þannig að það virðist bara hafa verið nokkuð legit stoppkostnaður á þessu í kringum svona 120 milljónir sko. Ég held sé mjög góð kenningaður. Getum við gefið þér klapp? Já, maður sjá, hvað er klappið? Hérna. Nei, ekki. Nei, við kunnum ekkert á þetta. Það er búið að breyta þessu. Helvítis, skák eftir kvöldmatsstrákarnir. Já, þeir eru að fokka okkur upp hérna. En eins og ég segi, þetta er náttúrulega, það þurft að kaupa heilan helling af vörum og kaffipókum og maður sér það nú bara þegar maður labbar þetta framhjá. Það er allt tróðfullt af þessum lengjum.
Þetta er svolítið Og- bara eins og Appelbúð, kaffimannsins. Já, einmitt. Er það ekki? Jó, þetta er svona, þú veist, þetta er svona high-end. High-end. Þetta er svona Fólki er uppstrílað. Já, Það er í bara í fötum drakt frá og- Nespresso. Já, já. Nei, ekki drakt, hvað segir maður, jú. Það er bara, Svona- er það í drakt? Nei, þú veist, Útskýrðu málið, karlmenn eru í jakkafötum og Já. konur í svona, heitir þetta ekki vinnudrakt? Drakt? Já. Er það hann sem þú horfir á þetta? Æ, Ég veit ekki, er það ekki bara jökkum líka á skýrtu? Þið bara cancelum mig. Ef að- Næ, það var hún slöfað. Já. Nei, herru, en sko, förum aðeins þetta fyrsta ár, það telur rauninni bara 1 mánuð í rekstri. Þess að þið opna 30. november 2017 í kringlunni, en náð þó að velta tæpum 50 milljónum króna sem er bara nokkuð gott á svona stuttum tíma. Félagið er þó að tapa 17 milljónum á fyrsta rekstrarári eins og oft vill gerast, en svo komaðu á fullum þunga inn í árið 2018 og velta rúmum hálfum milljarði, nánar tiltekið 516 milljónum. Og hér er eingöngu ein verslun, Starræk, sem sagt verslunin í kringlunni. Svo það hefur verið þokkalið traffík, sala bara fyrir, þetta er rúmar 1,4 milljónur á dag. Og svo lokaðu árinu 2018 með rúmlega 7 milljón Þannig er þetta að gefa með tölur til að leika. Þetta er rauninni fyrsta heila rekstrarári hjá þeim og hagnast 7 milljónir króna í 516 miljón króna veltu. Ert þú með einhverjar fleiri? Nei, þetta er bara, sorry, þetta er svona hæ, dinglar. Já. Arna kom út að leika. Já. Já. Og það fyrsta sem þú segir mér, þau voru að selja fyrir 1,5 miljón dag. Já. Þá Rúmlega get ég svona- 1,4. Já, þá get ég svona að fara að leika mér. Já, ok, skemmtilegt. Herðu, en svo bara úr einu í annað, úr 2018 yfir í 2019, eins og ég myndist á hann, þá opnaði Smáralindinni í mæ það ár og eru að auka veltu 54% á milli ára upp í 794 milljónir og eru svo líka bara margfalda hagnaðin hagnast rúmar 33 milljónir og ég tek eftir því að þau fjárfesta ekkert sérlega hárri upphæð í varanlega rekstrarfjármunni þetta ár 2019 sem þau opnaði í Smáralindinni, en þú veist, maður hefði haldið að svona opnun væri ansi fjárfrek, sko, en svo áttaði mig á því að það væri kannski ekkert skrítið þar sem að þetta er rauninni bara svona platti þarna út á miðju gólfi á jarðhæðinni í Smáralind. Já, þetta er svona skemmtilegt lógi, en þau eru búin að uppfæra. Þau uppfærið í fyrra. Já, þau uppfærið í fyrra, Já. en þetta var í rauninni í byrjun bara svona lítill söluplatti, sko. Vá, djúlega maður fljótur Já. að gleyma. Ég- Ég man þetta var lokað á einhverju tímabili fyrra og til að þeir voru að færa sig á nýja staðinn. Þau eru Já. snúa í hinn áttina, held ég. Já, Ég held það. já. Man ég það kannski Og opnuðu þau ekki sem platti? Ég held Hvað er það. platti? Er það eins og bara svona- Nóa var alltaf í den? Já. Já, bara jú, svona- jú, klálega, en það er búið að uppfæra hann, sko. Já, Hann er orðinn aðeins öðruvísi. Já, en þannig að þetta er í sjálfu sér engin biluð yfirhalningana, þannig að það er ekkert skrítið svo sem að þetta hafi ekki kostað neitt sérstaklega mikið. Þetta er einhverja 6,6 milljónir sem eru keyptar inn í tæki og innréttingar 2019. En allavega fínasta ár hjá þeim, þau orðin skuldlaus við lánastofnunir samkvæmt efnahagsreikningi og allt í blóma. En það má segja að 2019 hafi bara verið lognið undan storminum því árið 2020 veltaðu tæpum 1,2 milljarði. Skelli hlægandi hugsjónamenn þarna með 161 miljón í EBITDA og 120 milljónir í hreinan hagnað. Já, þetta er Gargand úr hlátri, sko. Og hér kemur fyrsta arðgreiðslan þetta ár 2020 upp á 19,5 miljón og eftir standa 162 milljónir í handbærufíðin á banka og nokkuð hóflegir bara. Láta ekkert velgengnina hlaupa með sig í gunur, sko. Nei, bara fá smá kísugúlur tilbaka. Já, bara svona smá graut. En þá erum við konur á nýjasta útgefna ársreikning 2021 og þar byrjum við rekstrarreikningin sem fyrr í tekinum. En við ætlum að hafa rekstrarreikningin í dag í boði Keldunar. Það er ekkert verðmætt í boði Keldunar í dag. Það er rekstrarreikningurinn og við viljum á það, herruð, og það, já, ég get ekki kannski skúpaði núna, en ég ætla að biðja hlustendur að setja sig í stellingar því að það er von á smá gjöf frá okkur pingjumönnum Við erum bara pakkinn. til þeirra sem eru í Facebook-hóknum okkar Deep into Pingjan. Þannig að ef þið hafið látið ykkur vanta þar upp á síðkastið þá endilega skráðu ykkur þar inn. Það eru aldrei að vita nema að vera einhver smá gjafaleikur í samstarfi við Kelduna. Já, þú er bara komið með blöður á puttana, pakkin pökkum. Já. En annars viljum við bara benda fólki á það að þau eru að bjóða upp á áskrift þar sem þú færð alla ásendinga á rafrænu formi
mjög svo þægilegt sömuleiðis fréttaleitin. Þetta orðið svo mikið norm fyrir okkur og við gleymum oft að segja frá því Já. að það algjörð game changer að nota kelduna til þess að sækja ársreikninga. Getur sótt á í Excel með öll gögnin bara beint fyrir fram að ekki vera handpikka eins og einhver amatör. Nei, annað bænum sko. Það vorti vinnið á einhverju fyrirtæki, fáðu bara fyrirtæki korti lánaði í þetta. Já. Klálega. Með leyfi yfirmanns sjálfsögðu. En svo líka fréttaleitin og vaktin. Það þetta vakta hvernig nýjir ársreikningar og ný skjöl detta inn tengt einhverjum sérstökum félögum. Og sömuleiðis fréttaleitin, þar geturðu sett orð í áskrift í rauninni. Bara eins og kaupréttur. Já, hvað meinarðu? Ég veist ekki að það er komið áskrift, ég er bara að fletta. Ég er að segja, ég kalla þetta áskrift. Þú getur alltaf taggað, þú getur valið eitthvað orð og þá færðu tilkynningu að... Já, er það þannig? Já. Ég held að Kitty var bara leiðin í stríð við Google. Nei. Ég byrjar að leita þarna bara hvað er kjarniti á nautakjöti. En allavega þá þökkum við Keldunni kæra þakki fyrir samstarfið. En þá eru það tekjurnar. Og sko, tekjur eru hérna að vaksa á milli ára 2021 og 2020 5,8% upp í 1265 milljónir. Milljarður 265 milljónir. Og þetta ár hófuðu rekstur á Akureyri eins og ég myndist á í upphafi yfirferðar en það var reyndar hérna í nóvember svo áhrifin af því sjást nú ekkert nægilega vel í þessum ársreikning því miður en allavega bara flottur vöxtur hjá þeim hérna milli ára. Herðu, svo er það kostnaðarverð seldra vara. Loksins fáum við kostnaðarverð seldra vara og álagningaprósentu eftir nokkuð langa fjarveru. Ég veit að móðu þín hoppar að kæti núna. Já, ég er ekki frá því. Og hér árið 2021 er kostnaðarverð seldra vara 668 milljónir króna og ef við deilum því í tekjurnar þá má áætla álagning sé að meðaltali í kringum 89% á vöruna þeirra. En svo er það náttúrulega þannig með Nespresso að þau að selja allan fjandann tengt þessu Nespresso merki, bolla, könnur, kaffifélagar og einhver súkkulaði stykki og ég veit ekki hvað og hvað sko. Já. Svo eru þau náttúrulega líka með fyrirtækjasölu sem væntanlega með einhverjum discount. Svo það í rauninni ekkert nokkuð leið að segja til hver álagningin á kaffinu per se hjá þeim sko. Nei, ég sé það vitt. En þetta allan meðal álagning í kringum 89%. Ég myndi svona fastlega ekki ráð fyrir að sé meiri álagning á kaffi, pókor eða hylkjónum heldur en á vélunum sjálfum. Og þó sko þessi vél er að kosta 30 skall. Já það. Það er örugglega eitthvað að vera að smyrja þar. Kannski ekki búndur. Ég veit það ekki. En allavega þá hefur álagningi verið með svona svipuð móti hjá þeim öll rekstrarárin fyrir utan 2017. Sko þetta var lægst 75% 2020 og hæst núna 2021 í 89%. En þetta ár hérna 2017 sem ég nefndi sérstaklega áðan þá var álagningin 59% og mér finnst það líklegt sko, að þarna hefur verið einhver opnunartilboð og eitthvað svona sem spilaði stóran þátt í undarlega lárri álagningu. En það var þetta bara 1 mánuður þarna. Herðu, þá eru það launin og þau að greiða hérna 211 milljónir í laun og launatengt gjöld af því fara 170 milljónir í hrein laun til starfsfólks en með við starfsmannafjölda 36 gera það 394.000 krónur tæpar í mánaðarlaun per starfsmann sem nú varla boðlegt en takkið eftir, ég segi starfsmannafjölda en ekki ársverk. Já, þannig bara það skrifað í ársreikningin sko. Svo það má alveg áætla að það séu hlutastörf inn í þessu líka og því eru launin eflaust hærri í 100% stöðugildum. Þá skulum við skoða þennan pingjustaðal hérna, Cox plus laun sem við höfum dálítið verið að líta til undanfarið. Og hjá Nespresso, þau að halda sér undir 70% hérna 2021 sem eiginlega bara stórkostlegt í svona retail bransa, myndi ég halda. Og hérna hafa hæst verið að fara í 76% á þessum marktæku rekstrarárum og þar voru þau með gott hagnaðarhlutfall líka, sko, það lítur út að reksturinn sé í góðum höndum. Þannig að sko, það er spurning hvar liggur þessi lína með Cox plus laun í þessum bransa? Já, við erum líka svona að gera eitt aðeins nýtt að við erum ekkert endilega niðurnjör okkur alltaf á samkeppnina. Nei, en það er náttúrulega lítil samkeppni sko. Já, bara ef við farum að bera þetta saman við annað kaffibrand hérna á Íslandi, te og kaffitá. Já, það er ekki sama koncept. Ég held að Nespresso sé bara einsýns liðs á þessu markaði sko. Afskaplega.
En þetta allan að, eins og ég segi, ég myndi bara halda þvert yfir retail að það sé flott að vera í 70% í Cox Plus laun, sko. Já. Já. Er það ekki? Jú, ég myndi halda það. Já. En þá verður maður bara grillaður á dýbind og pingjan ef að það er rátt hjá mér. Já, eða eigendurnir. Eða eigendurnir, já. Það var nóskand að þeir myndu hjól í því loksins. Já, það verður aldrei verið hjól eða eitthvað almenn límið. Nei, við köllum eftir aðhaldi. Við köllum eftir aðhaldi, ekki spurning. Við erum ekki að reyna að koma röngum upplýsingum í lofti. Nei, við bara vitum ekki betur. En herðu, þá skundum við yfir í EBITDA og maður minn, 209 milljónir, 16,5% framlegð. Þeirra hæsta frá upphafi rekstur, sko. Þetta fara að líta ágætlega út. Já, þetta bara 209 milljónir í EBITDA, sko. Voru í tæpum 15% 2020, er í 16,5% framlegð núna. Bara stórkostlegt, myndi ég segja. Þetta hluta á festi sé ekkert pirraður að þetta sé komið úr þeirra eigu. Já, svo er það. Þau geta meika smá bökk á þessu. Já. En sko til að loka svo rekstrarreikning þá ber mér skylda auðvitað til að upplýsa ykkur afkomu ársins sem að voru litlar 148 milljónir. Hreinn hagnaður, 12% hagnaðarhlutfall og enn og aftur þeirra mesti hagnaður og sömulegis hæsta hagnaðarhlutfall. Bara algjört stjörnu ár hjá þeim og þá komum við að tjekkanum. Já. Komum við að umbunninni, pumpa út 100 milljónum í jarð, 100 milljónum hreinum. Og þessi upphafs fjárfesting þeirra félaga Jónasar og Edvards bara löngu búin að borga sig, sýnist mér, sko. Það ekki? Jú. Og já, bara eins og ég segi, rekstrarreikningunum bara beautiful hjá þeim. Þá skulum við skauta yfir í efnahagsreikningin sem að verður í boði Jómfrúnar í dag. Og þar eru auðvitað bara hágæða veitingar alla daga og ef þú ert að fara að bóka viðskiptafund einhvern tímann á næstunni, þá er það bara eitt staður sem ætti að koma til greina. Það er Jómfrúin. Það er Jómfrúin. En það er líka eitt það eru svo margir sem að veigra við sér að vera að fara nýr í bæ og fá sér að borða á eitthvað. Fyrir þau, þá er bara ein ágætis lausn á þessu. Þau eru með veislumatseðil. Já. Og síðast þegar ég vissi, þá voru þau bara að senda líka. Þannig að þú ert að bóka einhvern svona chefafund upp á skrifstofu og annað. Já. Ekki vera boring að fara sækja einhverja kleinuringi og eitthvað bull. Nei. Vertu bara með snittur og Jómfrúnni. Vertu granda á því. Pilsner. Já. Og hafði þetta almennilega fund. Ég segi það. Jómfrúin, kæra þakkir heiður að fá að vinna með ykkur. Já, og fara inn á jómfrúin.is. Já, þar eru allar helstu upplýsingar. En herðu, þá dömpum okkur í efnahagsreikningin og hann er nokkuð laglegur. Það eru eignir í félaginu upp á 421 miljón. Og af því eru fastafjármunir 129 milljónir sem flokkast allir sem varanlegir rekstrarfjármunir. Mestmegnis er þetta bara innréttingar, áhöld og tæki. Og það kemur með dálítið óvart að þau fjárfesta fyrir 88 milljónir í innréttingum, áhöldum og tækjum þetta ár 2021 og nú skoðaði ég útibúið þeirra á Akureyri og það er í raun bara svona platti. Það er lítill platti. Já, ég ekki ósvipaður og er í Smáralind en talsvert minni já, í raun. Það er ekki eins og komið á heimasíðuna þeirra að séu á Akureyri. Ekki? Ætla að sé eitthvað svona undercover. Ertu að veita aðhald núna? Já, ég var bara að kíkja því. Ætlaði skammist sín fyrir að vera opna á Akureyri. En ég átta mig ekki alveg á því hvað þessi fjárfesting er að fara í nákvæmlega, þessar 88 milljónir, en þá er ekkert ólíklegt að þau séu bara endun í eitthvað, kannski kringluna, en er þau svo náttúrulega Smáralind? Já, ég var að segja að þau poppuð upp Smáralind. Já, það gæti hafa verið hluti af því, en svo er þau vissulega líka með skrifstofuhúsnæði í Skútuvogi. Spurning hvort að það hafi verið ráðist í einhverjar framkvæmdir þar. Eitt ógeðslega snjallt sem við gera, ég er ekki reynilega að fá kaffi frá þeim, bara að reyna að finna gömul verð. Þeir senda aldrei verð í tölvupósti, bara afsláttakjörin. Þannig að ég get ekki fundið póstjarna frá 2020 að sjá hvað lengi hann kostaði. Er þetta fyrirtækja tilbúð þá eða? Þegar þú ert að borga þetta í fyrst skipti, þá þarf þetta held ég að gefa upp tölvupóst. Minni það. Sniðugt. En heyrðu, þá eru það veltufjármunir og eins og oft vil gerast í svona retailbransa, þá vega byrðirnar hæst og það eru tæpar 177 milljónir sem að er alveg dálítið mikið byrðarhald myndi ég halda það er eitt samt að þau gæti alveg hafa orðið hrætt þarna í COVID og panta bara, ég man eftir í Smáralindinni, það var
eitthvað skiltið þegar maður labbað, þeir voru Já. bara með allan fjandan upp seldan. Já, einmitt. Það er vissulega... Nespresso lenti alveg í mega skorti í þessi koffi. Ég veit ekki hvort það var álið eða hvort það var innihaldið. Nei. En Þetta er samt góð pæling, sko, en þetta er rauninni svona 14% af veldu er í byrðum hjá þeim. já, Svona þekki ekki alveg hvað er svona heilagt í þessu. við ættum kannski bara að líta á söguleg gögn hjá okkur. Já. 14% af veltu. Nóg eigum það gögnum Já, orðið. djú, þeir voru að veltur hafa byrða Við verðum gögnum. að fara að selja þetta bara, sko. Ég vil einhver kaupa gögnum veltur hafa byrða. Já. Kannski einhver verkfræðingur. En þetta er allavega, eins og ég segi, þetta er svona, já, þetta er 14% af veldu sem að liggja þarna í byrðum, 177 milljónir, en svo er þetta hérna viðskiptakröfur upp á 25 milljónir og handbært fjöstendur í 61 milljónir í loka árs, þrátt fyrir þessa ríkulegu arðgreiðslu upp á 100 milljónir. En allavega eins og ég segi, eignir samtals 421 miljón og þá skulum við þjóta bara beint yfir í skuldirnar og þar má sjá að félagið er langtíma skuldlaust, binni í bankanum, lítið þurft að hafa af þeim Honum er afskipti. ekki bóðið. Honum er ekki verið boðið. Og ég skil það mjög vel. Já, það var reyndar þetta bara í byrjun, eitthvað skamtíma lán sem að greiðist upp á tveimur árum eða svo. Hann spáir ekki því. Hann spáir ekki til því. Hann er í þessu til langs. Já, nei, líka bara hann, eins og allir fyrir austan, þau er að passa að drekka Lavazza. Já, algjörlega. Lavazza. Passa Lavazza. Passa að drekka Lavazza. Já. En það eru samt einhverjar tekjuskatt skuldbindingar að þvælast fyrir upp á 13,5 miljónir, en ég flokka það nú í raun ekki sem langtíma skuld. En þau skulda dálítið til skams tíma, ekkert merkilegt svo sem, þetta eru viðskiptaskuldir fyrir 107 miljónir, aðra skamtíma skuldir 19 miljónir og tekjuskatti greiðslu 29 miljónir, samtals 155 miljónir króna. Nú, veltufjárhlutfalli hjá þeim er nokkuð öflugt þarna í loka árs 21, stendur í 1,88. En þó er ekki hægt að horfa framhjá því að þau liggja á miklu magna byrðum, eins og ég nefndi áðan, sko. Svo ég tel eðlilega að horfa á lausafjárhlutfalli hér. Þegar við metum þetta skamtíma greiðslu hæfi og þá fáum við 0,74 sem að prófnefndin, sko, prófnefnd viðurkenndra bókara, hún er ekkert sérlega hrifin af því að þau skuli smegja sér þarna undir ásinn, en þau vilja nú, þau skilja allan að góðri kveðju. Já. Heyrði honum Pésa. Pésa, já. Og hann var bara ánægður með þetta. Hann byrjar að drekka aftur, heyrði ég. Já, en hann er eitthvað inn og út meðferðum, kallinn. Leðilegt. Fór í veiðiferð aftur því. Flottur drengur. Já. En eins og ég segi, 0,74 í lausafjárhlutfall. Já, þurfa ekki að hafa neina stórfelldar áhyggjur á því. Á núna að hlæja á honum Pésa. Nei. En eins og ég segi, engar stórfelldar áhyggjur því að reksturinn er bara það góður að það er nóg að veltu fyrir að koma þann inn í reksturinn, þannig að þau geta leikið sér að því að greiða þetta hvenær sem er. Ég hugsaði það. En svo er kannski réttast að koma inn á leigusamninga sem á finna í skýringum. Þeir falla sérst ekki inn í efnahagsreikningin eins og við sjáum stundum, en þetta er sérst rekstrarleigusamningur og þau greiða hérna árið 2021 24,3 milljónir sem að fellur undir annan kostnað í rekstrarreikning, þannig að þetta er væntanlega það sem þau greiddu fyrir það að fá bara slott í Kringlunni og Smáralind og sömuleiðis einhvern smá part af árun á Akureyri. Já, það minnst ekki allir fjandinn hann inn. Jó. Breytingar og leiga. Jó, en svo þau eru með þetta skrifstofuhúsnæði í Skútuvogi sem ég veit ekki alveg hvort að falla undir ekstra leigu. En það verðist kosta einhvern skerf að vera þarna í Kringlunni og Smáralind. Já. En allavega þá er þetta samtals skuldir upp á 169 milljónir sem er 40% af eignum félagsins og því er eiginfjárhlutfallið 60% og skuldahlutfallið 40% sem er bara nokkuð vel að sér vikið held ég. Þetta er svona hið gullna hlutfall 60-40. Hvað sagður að það væri með marga, hvað sagður þetta væri? Hvað sagður þetta væri margar milljónir? Skuldir? Já. 169. Nú það er svona mikið. Já, en þú veist, en þau skuldahlutfall 40%. Já, þetta er ekki neitt. Nei. Þú veist, þetta er bara orðið nokkuð sjálfbar peningavél og eigendur eins og ég segi búin að fá góða ávöxtun á sitt eigið fé þrátt fyrir aðeins rúm 4 ár í rekstri. Já, ég er bara að gera þeim greiða hérna. Og þú veist, eins og ég segi, þau eru langtíma skuldlaus. Þannig að 40% er í rauninni skamtíma skulda hlutfalli, sko. En þau þurfa að miða við þetta já. Að selja 180 tilki. Til að borga þessa skuld. Til að borga skuldar.
miðað við verðið Já. og miðað við hvað er selja á dag Já. þá eru þeir svona 43 daga að borga niður svo skuld. Já, flott. Já. Rekstrarstjórinn þakka mig fyrir þetta Já. síðar, bara svona smá input. Já. En þau eru allan að fínni eiginfélagstöðu og talandi eiginfé, þá skulum við aðeins dreipa á því áður en að við ljúkum þessari yfirferð. Þar er hlutafé 80,5 milljón og ég sé að það var hækkað árið 2018 á öðru ári rekstrar. Hefur líklega með það að gera áðurnefndur Jón Björnsson kom inn í þetta þarna 2018 í gegnum eignarhaldsfélag RE22. Ég þarf að fara að setja post á Jón, við þurfum bara að fá hann í þátt. Já, hann er í öllu. Hann er heldur, allstaðar. hann hlýtur að vera engill. Já, hann er í stjórnum bara út allt, sko. Já, þú veist, ég er að tala engla fjárfestir. Já, ég veit það. Hvað, þú veist, hvernig getum við talið þetta upp? Þetta er brauð og kó, var hann ekki löður? Jú, bara í öllu. Nespresso? Já, í rosalega mörgu, sko. Já. Hann er örgulega búin að vera svona leyndur hluthafi í 15 félögum sem við erum búin að taka fyrir, sko. Topp maður. En hann hvarf formlega af hluthafa listanum innan 2021 hjá Nespresso eða Perroy EHF. En allavega eigi félagsins stendur í heildina í 252 milljónum og eins og ég sagði hlutafi 80,5 miljón, lögbundið varasjóður að 20 milljónir, svo er hérna óráðstaf eigi fyrir 152 milljónir, svo hér er nóg svigrúm fyrir frekari arðgreiðslur, sko. Og bara, já, stórflott eiginfjárstaða og nokkuð djúp pingja, sko. Já. Hafa það nokkuð gott. Akkurat. Og eins og ég segi, bara á stuttum tíma búin að gera vel og eigendur í rauninni búið að borga þeim tilbaka. Peningin sem þau lögðu inn og rúmlega það. Já. Þannig að svona til samantektar bara í boði Dominos, stórfínt rekstur í heildina og svo bara spurning hversu, þú veist, eins og ég segi, hversu mikið skölun getur átt sér stað í þessu. Ég held að þeir 2020 og 2021 er mjög líkt, það er bara ekki nema 5,8% vöxtur þarna. Sko, Ási sagði mér að þú getur sett sögu Nespresso hér á landi í samhengi við vikuna sem er í gangi. Það er bara megavika. Já. Og þetta er bara búið að vera... Það er nefnilega megavika, við verðum að koma inn á það. Dominos, megavika. Það skiptir í rauninni ekki máli hvaða dagur það er í vikunni. Hættið að reyja upp síman og ringja. 1790 allar pizzur á matseðli. Hantið þetta í appinu og jafnvel að hlusta á þáttinn og meðan þið borðið þetta. Já. Það væri náttúrulega þessar kjöraðstæður. En allavega, já, ég velti fyrir mér, sko, það sem ég tek út úr að segja svona skulunamöguleikin á sig hérna á Íslandi. Við erum náttúrulega komin, þú veist, á 2 prime location hérna í Reykjavík, bara Kringlan og Smáralind. Já. Svo er þið komin á Glerártorg á Akureyri. Maður sér augljóslega hvaða módel er í gangi þetta. Akkurat. Þetta er verslunar, hérna, hvað kallar maður þetta? Jésús, dóttir úr mér. Hérna, svona moll, hvað heitir þetta íslensku? Verslunar... Kringlan? Já, hvað heitir þetta? Það er íslenskt orð. Nei, yfir moll, skilur. Verslunarmiðstöð. Verslunarmiðstöð, þetta er verslunarmiðstöð á módeli. Það er spurninga mitt hvort þau sé að fara að opna þetta einhvers staðar Egilsstöðum. Nei, það er allir að passa að drekka bara Lavazza þar. Já, það er allir í Lavazza. En allavega, ég sé fyrir mér, ég er eiginlega spenntur að sjá 2022 ársynning hjá þeim því að þá sér maður áhrifin á Akureyri því að þau opnuðu svo seint 2021, sko. Já, ég bara vissi ekki af þessu. Nei. Þannig að það verður spennandi að fylgjast með en ég held að þau séu búin að gera bara mjög vel og einmitt, ég elska svona þegar fólk spotta tækifæri að fólk er að flytja eitthvað inn til landsins og það er byrjað að taka eftir því en það er engin með umboð fyrir það. Þegar einhver bara stekkur á tækifæri. Já, eins og þarna þessari skrifstofu sem ég var á. Akkurat. Leið þú fann að heyra frá 3 skrifstofum eða fleira af einhverju svona dóti eða bara á 3 stöðum þá átt að stökka á umboð. Já. Eitthvað svona sem er verið að smikla inn nú þegar. Þetta er svona braskadvæs. Já, ég held það, sko. Já, algjörlega. Er það ekki? Má ekki segja það? Jú, þetta er bara góð pæling. Bara í boði pingjunar. Já. En annars held ég að við séum, að ég er tæmdur. Þú varst með einhverja hérna... Nei, ég er í rauninni bara tæmdur líka. Var það? Já. Mér minnir eins og þú hafi verið með... Ég er með hérna smá, hvað er að selja mörg hilki á dag? Já. Miðað við sölu per dag 2020-2021 og fyrir salan úr 3,2 miljónum í 3,4 mill ára sem er ekkert eitthvað svakalegt samt alveg 200 skall per dag, það munar það. Það þýðir að hilki per dag er að fara úr 4.100 í 4.300. Þá er ég að taka meðalverð á hilki 795 sem var. Á hilki? Já. Nei, þú meinar á lengju. Á lengju, ekki á hilki. Akkurat, já. Ég kalla hilki lengja, þetta er lukkusprengja. En hérna... Svo sé ég að þetta er komið upp í 900 kall dag þannig að þetta situr alla forsendur hjá mér úr skorðum og ég þarf bara að taka mér aðra viku í að reikna þetta. Já, þau eru búin að hækka verðið.
Já. Þau láta sig ekki vanta í verðlagshækkunar kreðsuna. Nei. En það er kannski alveg að lokum. Já, fannst þess að vera að fara að koma með eitthvað hérna, jú, þú ætlar að segja að þetta væri sprottið upp frá Lavazza. Já. Þetta er sami haus. Já, ég ætla að segja að lokum að Erik Favre sem fann upp sko kaffivélina og aðferðina við þetta single serve. Þegar hann var rekinn frá Nestle upp á 90, þá fór hann sjálfstætt og bjóð til vélar sem lögðu grunnan því að Lavazza-vélarnar eru eins og þetta sé ekki alveg sama, það var einkavarið sko. En hann fór svona ætlaði að berja á sínum fyrir vinnum með þetta. Þetta er stórmerkilegt, en heyrðu, þá held ég að við séum bara komnir orðið góðir í dag. Við ætlum kannski bara rétt að minnast á áður en við kveðjum ykkur á póstlista hjá okkur. Það er Pingjubandalagið. Það er inn á pingjan.is og skráðu ykkur inn í Pingjubandalagið og þið munum bera ávöxt innan örfára daga, örfára vikna. Annars ætlum við bara að kveðja ykkur í bili. Já, bara og eigið góðan þriðjudag. Góðu þáttur á föstudaginn. Já, föstudagskaffið. Hlustið á það líka. Segjum það. Takk, bless.